Herði, jæja krakkar, þá ætlum við að kíkja aðeins meira á lotu D og lota D er einmitt, hluti D. Það er hérna strax þetta með 22 er sagt farið í GeoGebra og teikna upp tvö föll og látið sem GeoGebra finna fallgildið F af 2 og G af 1, þannig að við erum með fallið F og G. Og ég nota GeoGebra 5, þetta er klassik, gamalt og gott. Þannig að ég mæli með því, en þið getið svolítið nota líka nýju útgáfuna. En sýn ykkur aðeins hvernig ég geri þetta. Þannig að svona er þetta, ok, f af x er sama sem ln af x. Ok, þá ger ég bara hérna f af x, skrifa þetta bara nákvæmlega upp, ln af x. Það lítur svona út. Þetta er ln af x. Og GeoGebra er eitthvað að vakna. Ekki góð auglýsing fyrir GeoGebra 5 klassikina. Ok, þannig er þetta komið. Og þegar ég ætla að gera hérna veldið, ok, þetta er kannski smá trikki. Svo ég er að gera g af x er sama sem e í veldun af x. Þannig er ég að gera hattinn. Sjá hann lítið hattana. Hvernig ger ég það? Ég held inn í Ctrl og Alt og íti á takkan sem er hægra megin við I og síðan verði íti á Space. Og þegar íti á Space þá birtist hann. Og þannig er það komið. Sjáu að þessar tvær línur eru svona, þið ímyndið ykkur að sé lína hérna sem fer á ská akkurat, lína sem fer akkurat á ská, þá er þetta svona speilmynd. Og við vorum að tala þetta í áður að ln og e af x eru svona hálfgerðar andstæður, svo mætti segja. Þetta sé það hérna. En herðu, í þessu hérna, láti GeoGebra finna fallgildið f af 2 og g af 1. Og það virkar bara þannig að ég skrifa bara f opna svið 2 og hún segir 0,69. Ok, er það rétt eða ekki? Ég segi f af 2. Ok, f er rauða línan. Hérna er 2, ég er að finna fallgildið þegar x er 2. Það er að segja uppsnúðgildið þegar x er 2 á rauðu línunni. Hérna er 2, fer ég hingað upp á ferlinn, les síðan hérna uppsnúðgildið og þetta er á hvað? Cirka 0,7. Þannig að það make sense. G af 1, við getum giskað á þetta fyrirfram. Hvað ætti G af 1 að vera? Ok, G er blálínan. Það er G af 1. Hvað er uppsnúðgildið þegar x er 1? Hérna er x 1. Förum hérna upp. Lendum á línunni. Og þetta er 2,7. G af 1. 2,72 sem er einmitt gildið á e. Ok, þarna erum við búin að gera þetta dæmi 1D, hvað var þetta, 1D22. En síðan kemur hérna einmitt texti það að við erum að fara að vinna með þessu hornaföll sinus, cosinus og tangens. Þetta er bara eitt af gerðum ein tegund falla algengt. Þetta eru föll sem sveiflast upp og niður og ég get líka sýnt ykkur bara hvernig það lítur út. Fallið f af x, ef við höfum það sem cos af x, og lítur það svona út. Það sveiflast upp og niður og sinus sveiflast líka upp og niður, nema bara það er ekki alveg á sama stað, það er aðeins á öðru sig. Sýnt ykkur. Sjáu þið. Það er alveg eins nema er ekki á sama stað. Það er alltaf að þetta henni. En ég sjá að fallið er að sveiflast á milli 0 og 1. Nei, 1 og mínus 1. Fyrir það 1, mínus 1. Alltaf upp og niður, upp og niður, upp og niður. Það fer endalaust mikið til hægri og vinstri sko. Heldur bara áfram þannig. En er alltaf á milli 1 og mínus 1. En það sem við verðum að tala hérna í skilgreiningu 1.10 að það er munurinn á þessum tveimur mælieiningum. Það er að segja radíanar og gráður. Og því kannistu gráður, það nota það bara í grunnskóla. Radíanar er nýtt. Radíanar er alveg sama og gráður. Þetta er bara eins og, þú hugsaðu eins og kíló og pund. Sami hluturinn, þetta er bara öðruvísi kerfi. Radíanar er bara öðruvísi kerfi. GeoGebra og Excel nota sjálfkrafa radíana, en ef þú nota reiknivélina ykkar, þá þurfa að vera með stilt á rad eða r. Og það er örugglega þannig í reiknivélina ykkar að
það stendur alveg efst á skjánum ykkar. Ætti að standa D eða R. Stórt D eða stórt R. R er fyrir radiana, D er fyrir degrees og við ætlum að nota radiana. Þannig þið þurfum kannski að fara þarna í shift, ít á shift taka hjá okkur og fara í menu og þar getið þið valið rad í staðinn fyrir deg og ætti að geta fundið þar. Ef þið finnið ekki reiknileikar þá er líka eitt og það er bara að nota hérna Google. Ef ég gerir cos af einum þá stendur hérna cos 1 radianar. Það er hérna. Og hérna getið skipta milli rad og gráða. Radiana og gráða. Þannig að Google reiknivélin notar radiana. Þið getið líka farið bara í GeoGebru. Ég myndi skrifa hérna cos af einum. Þá gerir hún 1. Sem ég veit ekki hvort það sé rétt. Næ, ok. Það er saman sem cos af einum. Næ, herði, ok. Umseta síðasta með GeoGebru. Það er ekki að nota... Jú, GeoGebru notar radiana, en þetta var kom eitthvað villist út hjá mér. En allavega, það sem ég ætlaði að sýna ykkur var dæmi 1 D24. Það virðist vera svolítið flókið. Því þá erum við að fara að skoða svona línur sem eru að sveiflast upp og niður. Og ég get sýnt ykkur aðeins betur hérna. Hérna er þetta. Þannig að hérna erum við komið með eitthvað rosa flott fall. Það forskrift A plus B sinnum cos og í svega er C plus dx. Þannig að með þessar hérna í jöfnu þá er þetta að búa til eitthvað línu sem sveiflast upp og niður og stjórna nákvæmlega hvernig þetta sveiflast upp og niður, hversu mikið sveiflast upp og niður og hversu ört og svo framvegis, sjáum það betur. Þannig að hérna er þetta A, B, C, D, þetta eru fastar og við erum að setja inn 4 stikur í GeoGebru fyrir þessa 4 fasta. Við vorum búin að gera þetta áður en gerum þetta bara aftur. 4 stikur, það er þetta hérna. Ég ætla bara að gera ok og hún býr til sjálfkrafa nýja stiku fyrir hvern bókstaf, við þurfum ekki að stilla það. Þetta kemur bara akkurat svona. Og núna getum við skrifað þetta fall. Þá skrifum við bara f af x er saman sem a plus b sinnum cos af c plus d sinnum x. Ok. Það fæ ég eitthvað svona flott. Glæslegt. Og núna getum við tekið þessar stikur og fært til og þá sé ég hvað gerist við fallið. Þannig ef ég tek a, þá sé ég hvað er að gerast. Ef ég tek b, þá sé ég hvað er að gerast þarna með b. Hvað áhrif það hefur. C og d og ok. Þið sjáu hérna alveg munin á þessu. En þarna eru bara búið til stikunar og skrifin fallið og við skrifum bara fallið nákvæmlega eins og kemur fyrir hérna. Bara nákvæmlega eins. Ok. Þannig að þið skila þessu skjali inn en þið líka vinna með það hérna í þessi verkefni 1.25. Þannig að þið vinna með þessar stikur og komast að hvað eru stuðlanir A, B, C og D fyrir þetta hérna. Og þið sjáu það að þetta er að sveiflast frá mínus 1 og 1. Hvernig getur það lítið út? Mínus 1 og 1. Ef þetta er svona byrjar þetta. Nei, ég ætla ekki að gera aðra stiku. Þetta er svona. Sjá, þetta er ekki að sveiflast milli mínus 1 og 1, þetta er að sveiflast milli 2 og 0. Þannig að ég þarf að taka þá þessa stiku A og lækka þetta hérna niður. Lækka þetta í 0, þá er ég akkurat að sveiflast milli 1 og mínus 1. Ok, flott. Það er að byrja hérna akkurat í 0,1. Þá ætla ég að færa til, er það B? Nei, ég ætla ekki að færa til B. Var það C? Já, það er C. Já, ég set C akkurat sem 0. Þá byrjar fallið akkurat hérna efst uppi.
Ok, síðan bara held ég áfram að skoða þetta. Fallin er hérna lágpunti í kringum 3, eitthvað. Þetta er örugglega talan 3,14 sem er pi. Hún gerir það líka hérna. Hún fer hérna niður, nær lágmarki hérna í cirka 3,14. Þannig að þá er komið svarið við A-lið. Stikan A er 0, B er 1, C er 0 og D er 1. Og þá veit ég hvernig þetta fall lítur út. Þá er svarið komið hérna. Síðan fer ég í næsta. Þá sé ég að sveiflast núna milli 3 og mínus 1. Sveiflast milli 3 og mínus 1. Og það er kannski að stækka þetta upp í 2. Og þetta er að færa þetta upp í svona, já. Og þetta sveiflast frá 3 niður í mínus 1. Og hérna bara held ég áfram að skoða hérna stikunar og vinna úr þessu. Þannig að við erum að átta okkur aðeins á því hvað þessar stikur gera, þessi hérna A, B, C, D fyrir þessa gerð falls. Og þegar það er komið, þegar ég er búin að gera þetta fyrir þessi dæmi, þá er hluti D stærsti parturinn, þá er honum lokið.